Ómar Ragnarsson, gjör svo vel. Formaður og aðrir sem á mig hlýða, það kom fram á sameiginlegu fundi í gær, málamiðlunartillaga nafnið, umboðsmaður þings og þjóðar, þykir kannski svolítið hátimbrað, en mér finnst það bara akkurat lýsa því sem Eiríkur Bergmann að segja, og ég tek undir það sem að segja mikilvægi þessu embættis, og til þess vegna bara besta mál að þetta sé þá nákvæmlega tilgreint. Þetta umboðsmaður þingsins og líka þjóðarinnar, og þing og þjóð. Það einmitt það sem við erum að sauma saman núna. Það þingræði á Íslandi með ákveðnum aðhaldi þó frá öðrum valdsþáttum. Ég í hópi þeirra sem tel að það sem innan hotklófans eigi að standa þarna. Það ekki nóg að segja hann gæti þess að jafnræði sé heiðri haft í stjórnsýslunni. Þetta of loðið. Þetta þýðir nánast gæti þýtt það að hann bara nöldrar og það gerist ekki neitt. Mér finnst þess vegna gott að það standi þarna stjórnvaldi skylt að hlíta tilmælum umboðsmanns nema dómstóll kveði á manna til þess að hafa þetta þó skýrt að hann sé ekki dómstóll. Mér líst mjög vel á þetta ákvæði. Svo vil ég að lokum þakka Katrínu fyrir að minnast á það að vitanlega hefur það sem misferst í sambandi við umgengni okkar við heimsverðmæti, það hefur gerst á margvíslegan hátt, ekki bara það að lítil svæði hafi tekið sér vald til þess að fara með slík verðmæti, heldur líka að hinni stóru í þjóðfélaginu hafa í krafti ofríkis kúað hina smáu, og einhvern besta dæmi það var náttúrulega Laxárdeila 1970, þar sem að ríkisvaldið og stór og valdamikið sveitarfélag og sveitarfélög ætluðu að kúa tiltölulega fáa heimamenn sem að höfðu skilning á því hvað var að tefla, og sem betur fer gátu unni sigur í þeirri deilu sem að nú reyndar sjaldgæft hér á landi.